Herði, þá ætlum við að kíkja eins á þetta jarðskjálftaverkefni, það er hérna vinstra megin, og þetta eru samtals 5 dæmi eða spurningar og ég gerir ráð fyrir að við munum eyða þá tveimur tímanum í dag sem er miðvikudagurinn 22. apríl og við munum líka eyða þá mánudeginum 27. í þetta verkefni. Ok, það ætti alveg að vera fínn tími til þess að vinna í þessu og klára þetta, ég held alveg örugglega. Fyrsta dæmið að það eru við að fræðast aðeins jarðskjálfta almennt og þið þurfum þá að fara á netið og finna upplýsingar þar. Þannig að til dæmis hvernig finna jarðskjálftasérfræðingar staðsetningu jarðskjálfta, að að skrifa bara smá pistil það og svona spurningar þetta. Hérna er bara að googla. Og þetta er bara orðadæmi. Síðan fara hérna dæmi 2 að þá eru 3 jarðskjálftamælar og þau eru staðsettir þessum hnitum og ég ætlum bara að ímynda okkur að þessi hnit séu bara í kílómetrum og hérna erum við 3 jarðskjálftamæla og síðan kemur okkur jarðskjálfti og hver mæli fyrir sig hann getur mælt hversu langt í burtu jarðskjálftinn var. Þannig að til dæmis þessi hérna tala, þetta þýðir fjarlægðin frá mæli A. Fjarlægðin frá mæli A er þessi hérna tala, kvadratrótin af 6611. Þannig að þessi get gert með þessar upplýsingar með staðsetninguna á þessum mæli og fjarlægðina frá honum, þá getur ég farið í GeoGebru og ég með þetta ensku en ég skrifa circle. Og þá fæ ég alls konar aðferði við að teikna hring og ég tek þetta efsta sem er bara point og radius number. Ég get bara enter, þannig að hérna viljum fá point, það er þess að miðjuna á hringnum. Og ég ætla að gera það með því að gera fyrst opna svega og síðan ger ég 20, minus 10. Ok, síðan nýtt ég á tab, þá fer ég hérna í radius number. Og þetta er þá radíusin á hringnum og ég gerir þá SQRT opna svega 6611 og síðan bara enter. Þannig að þá þarf ég aðeins að fara hérna að zooma þessu út hérna. Zooma hérna vel út. Upsi daisy. Þannig að hérna er ég með jarðskjálftamælirinn, hann er þá hérna 20 og mínus 10. Þannig að það sem við vitum núna er að jarðskjálftinn átti sér einhver staðar upptök á þessum hring hérna. Þannig ef að jarðskjálftinn var hérna þá ferðaðist jarðskjálftinn í þessa búm að mælinum og þessi fjarlægð er að sjálfsögðu þessi kvadratrót af 6611. Eins eða jarðskjálftinn geti átt upptök hér og þá hefði jarðskjálftamælirinn mælt upptökin hérna. Þannig að þið endurtekið leikinn fyrir hring B og þetta hérna, þá birtist einhver annar hringur og hann sker þennan hring einhvers staðar og þegar ég seti inn 3. mælinn þá ættu að sjá nákvæmlega hvar jarðskjálftinn átti upptök. Þannig að þið getur fundið út frá þessu hvar jarðskjálftinn upptök með því að sjá þessa skurðpunkta milli þessar hringja og þá getið til dæmis nota hana hérna, segjum að hringinni skerast allir hérna, þá getur þú smellt á það og þá er ég komin hérna með hnitin, þannig að hérna verði ég komin með hnitin á jarðskjálftanum en aftur þegar ég er að gera þessar 3 hringi og þá sjáu þetta út, þetta er náttúrulega ekki endilega réttur staðsetning á jarðskjálftanum, bara að sýna ykkur hvernig ég finn hnitið. Þannig að hérna erum við eitthvað hnit, þetta er hnit á jarðskjálftanum. Síðan í dæmi 3 að þá er sagt að það er eitthvað þorp í þessu hérna hniti 120,40 og þið eigi að reikna í þá höndunum, ekki nota GeoGebru, reikna hvað er fjarlægðin frá jarðskjálftanum að þessum hérna punkti og þá er það bara að nota Pythagoras. Síðan dæmi 4 þá er að tala um styrk jarðskjálftans og hérna erum við eitthvað Þetta er styrkur jarðskjálftans. Ef að y er 100
það þýðir bara að styrkurinn er í 100%. Og x hérna, þetta er fjarlægðin frá jarðskjálftaupptökum. Þannig að til dæmis ef x er 0, að þá ertu bara nákvæmlega það sem jarðskjálftinn áttu upptök og þá færðu að jarðskjálfti sé í 100%. Ef þú hækkar þetta x, þá ertu að fara lengra frá jarðskjálftinum og þá lækkar þessi hérna tala, þá lækkar uslunnið. Og síðan þurfum þá að svara spurningunni hver er þá styrkur jarðskjálftans í þorpinu og síðan hversu langt frá jarðskjálftatökunum hefur styrkur jarðskjálftan helmingast, þá er uslan sem sagt 50 og þú þurfum að finna x-ið. Síðan dæmi 5 síðasta að þessast jarðskjálftar eiga sér oft upptöku í svona sprungum. Það eru jarðskjálftasprungur og þessi sprunga hún stefnir akkurat í norðaustur. Og þessi þið gera því að finna stikun sprungunar, þannig að þið þurfa að rifja upp hvernig virkar stikun línu, þannig að við erum bara að gera ráð fyrir þessi sprunga sé bara eins og bein lína og þið finna stikun þessara línu, það er að segja þessara sprungu. Og þá vitið náttúrulega í fyrsta lagi úr geometríu hvar er upptöku jarðskjálftans, þannig að þá eruð með punkt á sprungunni eða þessari línu og þið vitið síðan að þetta er að fara í norðaustur og þið þurfa að nota þær upplýsingar til þess að finna þessa stikun. Síðan notið þið bara Discord til þess að setja inn spurningar ef þið landið í vandræðum. Enn og aftur, við notum tíman í dag 20. apríl, miðvikudaginn og til þess að vinna í þessu og mánudaginn og síðan skilið inn mynd af ykkar útreikningum inn á Innu.